það sem við ætlum að gera núna að fara og leysiskera þetta. Þá förum við hérna í print, veljum hérna Epilogue Engraver, förum í Properties og þar veljum við hérna Autofocus, af því við viljum að fókusera sig sjálf. Við skoðum hérna stærðina á síðunni, við sjáum að hún 125,6 x 73 og við látum hann að vera rétt rúmlega það, 126 x 74. Raster veljum við ætlum bara að grafa í. Vektor ef við ætlum bara að skera í gegn og combined ef við ætlum að gera bæði. Í okkar tilfellum ætlum við að gera bæði. Við skoðum hvaða stillingar við þurfum fyrir það efni sem við ætlum að nota hverju sinni. Í okkar tilfelli ætlum við að nota pappakassa, þannig að þá ætlum við að vera með hraðan 80% og 40% afl fyrir rasterskurðin og fyrir vektorskurðin að þá ætlum við að vera með 40% hraða, 90% afl og 2500 Hz í tíðni. Nú, þá smellum við einfallega OK og svo smellum við á OK og þá skjalið tilbúið að fara.